gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. En við ætlum að hefja leik á pólun valda. Alþingi var sett í dag eftir ansi langt frí og það augljóst að glænýr pólitískur veruleiki blasir við Íslendingum á þessu kjörtímabili. Þetta sem dæmi í fyrsta skipti frá árinu 2013 sem að sumir sitja ekki í ríkisstjórn. Og til að hjálpa mér aðeins að greina stöðuna og fara svona yfir það sem að hefur verið kynnt í dag og einnig í gær, þingmálaskrá var lögð fram, komin hingað gamalreyndur þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Velkomin Helga Vala til okkar. Takk fyrir. Sko, það hérna, þetta í rauninni, þetta er mjög sögulegu dagur, ekki satt, að sko við erum með þá sem að hafa svona helst verið gerendur í íslenskri pólitík. Þeir eru þarna saman í stjórnarandstöðinni, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og með þeim miðflokkur. Já. Þannig að sko bara ef við byrjum á því að horfa á minni hlutan, þetta eru 3 flokkar, það mætti segja að það væri eitthvað sem sameiginlegt með þeim. Ég veit ekki hvort við getum kallað á einsleita, en sko þetta til dæmis allt önnur stjórnarandstaða en við höfum búið við upp á síðkastið og meiri hlutin sem núna þessi 3 flokkar, þar eru við sumpart að tala fólk sem mjög óreint. Við erum að tala svona náttúrulega flokkur fólksins, bara sögulegt að hann sé í ríkisstjórn og mjög óbúslega margir nýjir þingmenn í hinum 2 flokkunum, Viðreisn og Samfylkingunni. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara vel á þetta sko. Já. Ég held að það komi nú kannski ekkert mörgum á óvart. Nei. Nei, ég menna það svona, maður finnur hérna, það svona bjartsýni svolítið yfir fólki og ég þar alveg á meðal. Mér finnst þetta spennandi. Já. Og ég held að hérna, ég hef nú talað fyrir því svolítið tíma að það ákaflega hollt fyrir samfélagið að svona fá frí frá völdum ákveðina afla og það ég þá svona aðalega kannski að beina sjónum að Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það sé bæði gott fyrir samfélagið og ekki síst stjórnkerfið en líka fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég held að að því að sko, og ég held að taki alltaf svolítið tíma að svona fyrir sérstaklega stjórnkerfið að venjast í að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki við völd. Já. Og það alveg sama svona í hvaða liði þú ert, ef að þú ert alltaf hérna með völdin að það bara spillir. Það gerir það bara. Þú verður bara einhvern veginn svona værukær og ferð svona að sjúska með það eftir svolítinn tíma. Já. Síðast þegar hér var ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn skipaði ekki 2009-2013 þá þingmenn hérna í meiri hlutanum þeir hafa margir hverjir sagt mér síðan þegar horfa aftur að það hafi verið erfiðara fyrir sko þá að breyta heiminum af því að líka sko regluverki og stofnanir ríkisins hafi svo mikið verið fullar af þessum fulltrúum gömlu valdaflokkana, Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Heldur að það verði minna vandamál núna vegna sem hann dettur í huga að sko loftið svolítið farið úr blöðrunni í Sjálfstæðisflokkurinn. Við vorum vönuði að hafa hann kannski 40% en hann komin undir 20% núna. Það sem ég reyna að fá út úr alltaf sé auðveldara fyrir stjórnvöld eins og þeir sem við höfum núna í ríkisstjórninni að framkvæma sinn vilja svona bara inn í stofnununum og innan embættismannakerfisins. Já, þú veist, ég get í rauninni ekkert sagt það. Eina sem ég get sagt kannski bara að það hvernig ríkisstjórnin sem að var kosin burt 30. nóvember 24 var búin að eiga erfiða dauða teygjur í rauninni. Það hversu það var flókið. Ég held að það gera það verkum að það sé svona ákveðin svona feginleiki að þurfa ekki að vera í því lengur. Af því að svo hérna auma angist í rauninni, hún varði alveg frá COVID-tímum að einhverju leyti sko. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn
einstaka þingmenn þar innan flokks auðvitað, alls ekki allir og kannski síst svona foristan en þó einhverjir úr foristinu og jafnvel úr ráðherraliðinu gátu til dæmis ekki hamið sig að sparka stöðugt í Svandísi sem þá var heilbrigðisráðherra og það kom manni svo óvart man ég þá verandi í stjórnarandstöðu og verandi sú sem átt að vera að sparka í heilbrigðisráðherra að maður stóð sig að því að einhvern veginn finnast maður þurfa að verja hana gagvart sko fólki sem var með henni í ríkisstjórn sko. Það auðvitað svona pínu sérstök staða að vera í en en það var samt raunin ég meina það voru þarna margir og meira sér ráðherrar sem að voru sko hjóluðu grimt í hana bara á COVID-tímum sem að voru þetta mjög erfiðir og þá kom manni líka kannski svolítið óvart á köflum sko hversu litlar varnir henni bárust svona frá eigin fólki sko. Manni fannst hún vera svolítið á berangri. Og það liggur við að maður hafi sko verið orðin samdauna því sem óeðlilegt að sko að þegar maður núna sér faðmlagið hjá þeim þremur stöllum sko þegar það handsala ríkisstjórnina þá bara þetta hægt og það gleði og svo sá maður í þingmálaskráni þegar hún var lögð fram í gær að þær eru samstiltar og allt það og maður bara rekkur við það sé rosalega mikilvægt sko. Að því að þetta sem ég er að tala sem að var hérna fyrir síðustu kosningar sko, að því það auðvitað bara stigmagnaðist dag frá degi og mánuð eftir mánuð á síðasta kjörtímabili fram að því að stjórnin svo springur og eftir að stjórnin er sprungin að þá sko fer fólk að tala mjög ópinskátt að þetta hafi verið hryllilegt hjónaband og það var auðvitað svona frekar svona ótrúverðugt þegar þú ert búin að hanga þarna í 7 ár og stofna til hjónabands að 2021 eftir kosningarna þá að koma svo einhvern veginn og reyna að samfæra kjósendur að þetta hafi allan tíma verið ömurlegt og þú hefur í rauninni bara verið þolandi ofbeldis allan annan tíma sko. Það einhvern veginn, það var pínu svona skrítin ára í kosningabaráttunni en bæði VG og Framsókn gerðu það og sömuleiðis sjálfstæðisflokkurinn sem hafði svo sem verið að gera það allan tíman sko, mjög mikið og opinskátt sko. Voru margir þingmenn sem voru stanslaust að tala niður þetta ríkisstjórnarsamstarf þar. Þannig að ég held að það sé þessi svona kannski léttir sem að almenningur finnur að það virkar allavega út af við eins og það sé bara góður mórall og góð samstaða milli flokkana og svona vilji til að bretta upp ermar og svona fara í ákveðin atriði án þess að gera einhverja svona þess að bylta samfélaginu sko. Þannig að vegna hins vonda viðskilnaðar vegna þreytunar sem var komin í bein okkar allra þá fái þessi ríkisstjórn núna kannski óvinnu gott við. Já, ég held það og það bara, ég held að það sé alveg góð stemning fyrir því víða. Maður finnur auðvitað svona þú veist, að fólk svona með böggum hildar á köflum. Mogginn er náttúrulega bara þú veist með fullri virðingu, þú veist, þetta er bara náttúrulega bara eiginlega vandræðalegt sko. Ég heyri bara rótgróna sjalla bara segja upp moggan. Bara allt og mikið. Þetta er bara óþægilegt. Þetta er svo grímulaust. Já, þetta er astnalegt. En ég meina þau hljóta að jafna sig á þessu. Eða þá að sko það sem mogginn er að gera er upptaktur því sem koma skal. Kannski er þetta akkurat svo stjórnarandstaða sem við sjáum. Samstilt stjórnarandstaða, svolítið líkir flokkar sem eru vanir að vinna saman. Við vitum auðvitað ekki alveg hvað er að koma sko. Við vitum, sko, mér finnst einhvern veginn miðflokkurinn er sá sem að hefur svona skýrustu stefnuna sko. Og þar innan borðs eru líka sko mestu reynsluboltarnir í svona pólitískum klækjum sko. Vil ég meina. Þannig að ég held að miðflokkurinn eigi eftir að verða ansi kröftugur í stjórnarandstöðu. Það er þau eru stuði sko. Maður finnur það svona Siggu, hún er náttúrulega bara út allt og ég held að Snorri eftir að líka láta til sín taka og Bergþór kann þetta mjög vel. Sigmundur þegar hann er þú veist, með, þá verður það kröftugt. Ég held að Nanna verður það líka. En þeir mæta hann ekkert mjög vel Sigmundur Davíð og Beggi? Jú, þú veist, ég held að það verður allt öðruvísi þegar það er komið miklu stærri hópur, sko. Þú veist, þá skiptir minna máli þó að Sigmundur, þú veist,
látið sér hverfa svona öðru hvoru, þú veist, þannig, skilurðu. Okay. En þannig ég held að það veri ekki vandamál. Ég held að sko, hins vegar sko, hvað kemur upp úr kossunum á landsfundi Sjálfstæðisflokksins mun stýra því hvaða Sjálfstæðisflokkur að fara að verða í stjórnarandstöðu. Þau eru þetta, sko, þau eru býsna ólík. Ég meina, erum við að fara að horfa á einhvern frjálslynda flokk til dæmis, sem að þá að fara að svona vera með svona kröftu af stjórnarandstöðu þar, eða erum við bara að fara að tala um hægri íhaldsflokk sem verður þá alveg hliðsettur miðflokknum. Ég held að það sé eitthvað sem að verður fróðlegt að sjá. Nú tilkynnti Gulli í gær, hann ætlar ekki að fara fram Sástu það viðtal? Já, ég horfði á það. Og hvað fannst þér hann vera að segja? Hann sagði fólkinu sínu að kjósa Guðrúnu. Já. Hann afsakaði ákvörðun sína með fjölskyldunni með því að þakka fjölskyldu Bjarna sérstaklega fyrir að hafa sýnt þessa þrautseigu og já, mér fannst þetta að vera það sem að ég las út úr þessu. En Guðrún kemur væntanlega fram á næstu dögum, sko. Eigi hans stuðning. Hvað segirðu? Að Guðrún Hafsteinsdóttir eigi hans stuðning og þetta verði bara hann sagði þetta bara á fyrstu metrunum, það sagði hann, sko, þeir sem hafa verið hér svona í að takast á svona, þú veist, völdin innan flokksins. Já, heldur að hún sé skáka til hliðar, sko, af einhverjum öðrum öflum, eða heldur hann dræja þetta takið sákvæmum sjálfur? Hann hafi bara fundið að hann myndi ekki ná því, sko. Ég held að það sé þannig. Já. Og hefur ekki viljað taka sénsinn. Þú veist, það er mikið talað um að hann langi í borgina og það geti lengt hans pólitíska líf. Hann er auðvitað rosa öflugur, sko, og mjög, hann á mjög digga stuðningsmenn hér í borginni og hefur mjög, og svona í þessari grúppu, sko, svona kallana, sko, svolítið mikið. Kosningavél hann sagði. Já, alveg, absolutt, sko. Já, en það er spurning, sko, já, en hann hefur augljóslega fundið að hann myndi ekki hafa Áslaugu og þá verið kannski frekar til í að ljá Guðrúnu sinn svona kröftuga herr. En áður við förum að tala um sjálfa ríkisstjórnina og skiljum þá, eða setjum komu við Sjálfstæðisflokkin. Já, þá svo er það Framsókn. Jú, en ég ætlaði samt aðeins að spyrja áður. Hvort heldurðu að, sko, hvað maður að segja, hvort heldurðu að það myndi bæta styrk stjórnarandstöðunar að hafa Áslaugu eða Guðrúnu Hafsteins? Hvorður er þið sterkari leiðtogi í þessu hlutverki núna að vera í stjórnarandstöðu? Já, sko, það fer svolítið eftir bara hvað, sko, mér hefur fundist sniðugra að mæta úr 2 áttum að ríkisstjórn. Já. Og ég fann það, sko, stundum þegar við vorum að takast á á síðustu 2 kjörtímabilum að það einhvern veginn, það var flóknara þegar að við mættum úr báðum áttum. Það var alltaf verið að tala um að stjórnarandstaðan væri svo sundurlaus og eitthvað svona. Já. En það var auðvitað ástæða fyrir því að ríkisstjórnin var sundurlaus. Hún var og svo ólík, það eru ólíki flokkar. Og þá meiddi það í rauninni meira þegar maður kom úr ólíkum áttum líka og náði að beita sér, sko. Þannig að því að þeir voru svo ólíkir. Og ég held að það, sko, ég held eins og maður sá svo sem aðeins í kosningabaráttuna að Framsókn mögulega taki smá svona vinstri, þar eru tækifæri, sko. Að taka smá svona vinstri pólísíu, en það eru líka tækifæri ef að Áslaug vinnur. Ef hún tekur svona frjálslindis, kröftuga frjálslindis stefnu. Já, sýnist það að Guðrún sé íhaldssamari. Já, ég held að það sé nú alveg ljóst, sko. Að ég held að Guðrún sé svona líkari miðflokknum, sko. Ekki það að hún sé neitt lík miðflokknum. Ég er bara að segja að það eru meiri líkur á að flokkurinn verði meira þar. Já. En svo auðvitað er Jón Gunnarsson komin aftur inn í þingliðið eftir að Bjarni hættir. Og hann er auðvitað svona, þú veist, það eru alveg inn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins slíkir einstaklingar sem ansi líkir miðflokknum og gæti alveg eins verið þar, en
En það eru líka í þingflokki Sjálfstæðisflokksins bara svona kröftugir, frjálslyndir, alþjóðasinnaðir þingmenn sem að gætu orðið miklu erfiðara til dæmis við Viðreisn og hluta Samfylkingar. Já, kannski. En hvað heldur forystu Framsóknar? Heldur að Sigurður Ingi hafið þetta? Eða heldur að Lilja sé að taka til sín flokkin eða heldur að sé einhver þriði maður þarna? Ég heyri stundum með Einar Þorsteinsson, það sé bara ennþá gert ráð fyrir honum þarna þótt að það gangi nú ekkert alltaf vel hjá honum í borginni. Sko ef einhver getur þá það Lilja að vera utan þings formaður og maður skal ekki vanmeta hennar kraft sko. Nei, kraftmikil. Já, og bara kann þetta og rosalega vel tengd sko. Já, vel tengd og gríðalega dugleg, iðin, allstaðar. Já, og þannig að maður skal ekki vanmeta það. Mér finnst það nokkuð ljóst að Sigurður Ingi vill einhvern annan. Ég ekki viss að það sé Einar. Nei. Ég veit það ekki, en hann hvergi banginn virðist vera sjálfur sko. En það virðist vera sem að það sé ekki allir sammála þarna innan flokksins að því að þá væru nú ekki svona spýtast þessar fréttir út að einhverju vilji flýta flokksþingi eða hvað þetta heitir hjá þeim. Akkurat. Ég veit það ekki, en sko ef maður pælir aðeins í þeim þingflokki líka sko, þú veist, eins og Hallar Hrund sem að við kynntumst í forsetakosningunum. Fyrir hvað stendur hún til þessi pólitík? Þú veist, hvaða framsóknar maður er þar? Hvaða framsóknarflokkur er að fara að mæta í þingið? Við vitum það í rauninni heldur ekki. Nei. Þannig að við vitum hvaða miðflokkur verður þarna, við vitum hvorki hvaða sjálfstæðisflokkur eða hvaða framsóknarflokkur verður í stjórnarandstöðu. Við veitum eiginlega ekki alveg einu sinni hvort Sigurður Ingi átti að vera á Alþingi núna vegna þess að Dagur kemst að þeirri niðurstöðu og þessi nefndans, kjörbréfanefnd, að það sé engin ástæða til þess að endurtelja eða hrófla við þessum kosningúrslitum. En þetta nú samt, það er smá skuggi yfir þessu. Ég er búin að vera með umboðsmál Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi sem er bara búin að vera að tala um alls konar agnúa. Já, sko það voru annmarkar á talningu í Suðvestur. Og það munaði bara 56 atkvæðum á Willum og sem að hróflar svo við Framsókn og Sjálfstæðisflokki held ég sem að hróflar sem hefði sett af stað svona rúllettu eins og við sáum í borgarneskosningunum. Ekki endilega milli flokkana en það er samt að því að talningin það misfórst eitthvað í talningu og ég við erum búin að fá niðurstöðu frá Strasbourg út af borgarnestalningunni þar sem að Íslenska ríki tapaði. Þannig að mér finnst þetta óheppilegt að við séum aftur á þessum stað að hafa þetta svona. Það finnst mér líka. Og ég er svo sem ekki búin að greina það sem að niðurstöðu kjörbréfanefndar en ég svona geld varhug aðeins við þeirri niðurstöðu landskjörstjórnar að atkvæði til dæmis sem komast ekki til skila þú veist, talningin er eitt og þar er einhver handvömm sem að þau fara ofan í en ég geld varhug við því þegar að landskjörstjórn segir að kjósandi beri ábyrgð á því að koma atkvæði sínu til skila og þess vegna sé þá hans ábyrgð að tryggja að atkvæði sem afhent eru þar til bæru stjórnvaldi sé ennþá á ábyrgð kjósanda. Það eru kjósendur sem að báru sín atkvæði og greiddu atkvæði annars vegar hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu og báru svo atkvæði sín til bæjarskrifstofunnar í Kópavogi og þar til bært stjórnvald afhendi ekki atkvæðin. Fór ekki bar þau ekki á leiðarenda. Og ég er bara ósammála þeirri lagatúlkun landskjörstjórnar að þar hafi kjósandinn átt einhverja möguleika á því að færa þessi atkvæði lengra af því að svo er ekki. Ef að þú ert
með lögheimili í Kópavogi og kýst utan kjörfundar einhver staðar, annar staðar en bara á kjörstað í Holtagörðum það sem utan kjörfundar atkvæðagreiðsla ef þú kýst einhver staðar annar staðar þá getur þú ekki farið með atkvæði neitt annað en á skrifstofu bæjarstjórnar í Kópavogi það bæjarskrifstofunar í Kópavogi og það það sama hvar sem ef þú kýst út í heimi þá verður þú bara að koma atkvæðinu heim og afhenda það þangað þú átt enga aðra möguleika en þá í þeirri stöðu þannig að ég vil meina ef að við ætlum að láta það gerast að sá sem tekur sá sem sýslunarmaður með atkvæði af hálfu hins opinbera tekur það ákvörðun að koma þeim ekki til skila að við látum það viðgangast. Mér finnst það bara mjög hættuleg þróun. Að því þá erum við bara komin með Jón á jeppanum sem ferðast með kjörkassa á milli kjördama. Hann getur bara ákveðið það upp á sitt einsdæmi að skila ekki kössunum og það þarf ekkert að hafa neinar afleiðingar. Þetta nefnilega alveg með ólíkindum. Já, þetta nefnilega með ólíkindum. Já, og sko þetta að enn séu þingmenn að hlutast til ein mál. Já, það náttúrulega fáránlegt. Komast aftur að sömu niðurstöðu og síðast eftir Borgarnes. Já, nei, það bara galið, sko. Við erum með fordæmi frá mannréttindadómstólnum. Einmitt. 2. Datt einhverjum í hug eftir Strasbourg að við myndum gera í rauninni það nákvæmlega sama og við höfum gert áður. Já, þetta bara ekki hægt. Af hverju erum við ekki búin að breyta þessu til dæmis? Þú veist, þetta bara, við getum ekki haft þetta svona, Björn. Nei. Af því þetta rýrir trúverðuleika lýðræðislegra kosninga á Íslandi. Já. Ekki einu sinni heldur aftur. Já. Og mér finnst þetta mjög skaðlegt fyrir lýðræðið á Íslandi að við skulum hafa þetta svona. Já. Og að landskjörstjórn skyldi taka þessa ákvörðun af því að sko það þannig að við þurfum að koma atkvæðunum okkar til skila. Þetta fólk var sannarlega búið að því. Heldur betur. Já. Ef að það handum, ég meina, svo hef ég ekki séð niðurstöðu kjörbréfanefndar, ég hef ekki lesið hana sem kom væntanlega í dag eða eitthvað. Þannig að ég sé ekki heldur gert það, ég heyrði hann bara segja það. Ég heyrði þetta líka að lasa þetta bara á einhverjum hlaupum, sko. Þannig að ég ætti að kynna mér það. Já, einmitt. En þetta hjálpar ekki Sigurð Inga svona að rétt leka þarna inn sem formaður og en við erum eftir að sjá hvernig það gengur. Við skulum þá aðeins nú okkur að hvort viltu frekar ræða þingmálaskrána sem lögða fram í gær eða eitthvað tengt einum í dag, hvernig skipað í nefndir og svona hvernig ef að byrja á þingmálaskráni aðeins áður fyrir í daginn í dag. Já. Sko það var kannski ekki, það var ekkert vá við þessar upplýsingar sem komu fram í gær. Þetta var svona búið að gefa flesta af þessi skinn. Við erum ekki að tala um stjórnvöld sem eru að fara að bylta neinu stóru, en við erum samt að sjá svona tón sem við hefðum ekki séð í til dæmis tíð framsóknarmanna og sjálfstæðismanna ef þeir væru hér saman í stjórn. Við erum að sjá að það á að reyna að ná einhverju aðeins meira ferðamönnum sem flestum finnst eðlilegt. Við erum að sjá að það á að reyna að hækka veiðigjöldin aðeins sem flestum finnst eðlilegt. Og svona það eru litir og það ára í kringum þessa þingmálaskrá sem sumpart hefði alveg geta komið frá gömlum stjórnvöldum sem við höfum haft hérna áður en sumpart nýr tónn ekki satt. Jú, algjörlega og það fullt af stöffi þarna. Það fullt af stöffi. Já, mér finnst það sko. Já. Það ýmislegt sem er svona til bóta. Í fyrsta lagi teki bara forsætisráðherra sem að fækkar ráðuneytum. Já. Mér finnst það mjög jákvætt. Já. Og hefði mátt fækka um 2. Já. En fækkaði eitt allavega til að byrja með. Já. Og mér finnst það bara mjög jákvætt. Þetta var algjört feigðarflan sem var algjört rugl hjá fráfarandi. Svo erum við með atvinnuvegaráðherra og þar fara þau í Airbnb. Já. Og þar ætla þau sko að takmarka útleigu í skammtímaleigu við sko lögheimili einstaklinga. Já. Þetta náttúrulega bara risastórt skref. Já. Og í rauninni ótrúlegt að þetta hafi ekki fengið stríðsyfirlýsingu á forsíðu Morgunblaðsins í morgun. Já. En það líklega út af sotlu. Já, það getur verið. Já, og svo erum við þetta með líka
frumvarp sem að bara á að leggja fram núna í febrúar varandi gagnsæi og tengda aðila í sjávarútvegi og það eitt og sér hefði líka átt að kalla á stríðsfyrirsögn í Morgunblaðinu en gerir það ekki út af sotlu. Er þetta mögulega sko stærsta yfirlýsingin og þýðingamesta yfirlýsingin eða þingmálið eða hvað maður að segja? Nei, ég meina, já, þetta hefur mjög mikið að segja. Þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta er réttlætismál. Að stjórnvöld ætla aftur að ná tökum í stað þess að bara... Já, en þetta er engin bylting. Nei. Þetta er bara, þarna er bara verið að í rauninni fara að lögum. Já. Það er ekki verið að breyta þeim. Það er verið að fara að lögum. Að það sé tryggt að sömu aðilar eigi ekki útgerðarmenn eigi ekki bara allan fiskin í sjónum. Útgerðarmenn hafa notið vafans ansi lengi, ekki satt? Jú, það hefur verið gott skjól þar. Sá tími er og það er ótrúlega, þú veist, það er kannski það sem að manni finnst nú sorglegast við stjórnina 9-13 sko. Að það var þar sjávarútvegsráðherra sem að bara læsti sínum dyrum, svaraði ekki síman og neitaði að fara að vilja ríkisstjórnarinnar og svaraði ekki forsætisráðherra þegar ítt var á eftir nauðsynlegum lagabreitingum í þeim málum. Svo erum við með þetta þú veist, strandveðar og slíkt og mogginn að búa til eitthvað krísa fyrir stórútgerðina. Krísu út af Sigurjóni Þórðarsyni sem átti þarna og það var æðislegt að því ég með moggan aðeins í svona í leiðendum mínum að sjá að sko í fréttinni Sigurjón og að hann hafi á þar síðasta rekstrarári skila 5 milljónum í tap á sínum strandveiðum en er enn ekki búin að skila ársreikningi fyrir síðastliðið rekstrarár. Maður bara, er einhver í janúar búin að skila ársreikningi fyrir árið 2024? Er það grínast í mér? Menn seglast ansi langt. Þetta er svolítið eins og Inga Sæland nýbúin að kaupa 2 fasteignir á sama tíma og er verið að tala styrki til stjórnmálaflokka að það verið að búa til eitthvað svona hugrenningatengsl sem að og þegar þú leggur saman virði þessara 2 fasteigna það er eins og bílskur í Garðabæn. Já. En ok, þá er maður aðeins búin að ranta þetta. Dómsmálaráðherra með afturköllun alþjóðlegrar verndar, það er bara jákvætt þegar fólk sem hlýtur hér vernd er með brýtur gróflega af sér. Eina sem ég auðvitað geld varhug er það hægt? Hvert á að senda fólk? Eins og ég hef alltaf sagt, ef að ekkert ríki í heiminum tekur við viðkomandi, ekki heldur upprunaríki, þú veist, hvernig ætlum við þá að framkvæma þetta? En gott og vel. Okay. Þetta er góð pæling. Fínt að sameina sýslumannsembættið. Þetta er á að vera meira og minna rafrænt og það á að geta verið einn haus yfir öllum skrifstofum sýslumannsembættanna hringinn í kringum landið. Fólk út á landi segir samt að sko það hefði verið ýmist tækifæri til hagræðingar innan höfuðborgarinnar frekar en að þetta sé alltaf að hagræðingin sé alltaf út á landi. Já, en þú veist það þarf ekki hattinn sko. Nei, en það þarf ekki. En vantar ekki svolítið svona hnífsbragð sko í öllu þessu aðhaldi sem hún er að boða Kristrún, vantar ekki sko, hefði ekki alveg mátt koma aðeins meiri aðhalds svona þungi inn í þessa þingmálaskrá? Hún segir sko, þau segja að það verður ekki stofnað til nýrra útgjalda nema auka skatti að fá einhvern veginn tekjur á móti og þar með koma þau í veg fyrir vaxtahækkun og vaxtaskrið og eitthvað svoleiðis og einhverja þenslu en hefði samt ekki bara verið allt í lagi eru þau ekki aðeins og kurteis miðað við stöður ríkissjóðs og þá brjálæðislegu peninga sem við erum að borga í vexti eftir ömurlega stjórnartíð síðustu stjórnarda að sko maður svona spyr sig. Mig grunar að þau treysti á sko vaxtalækkanir að þau treysti á að geta tekið inn nóg með sölu að klára sölu á Íslandsbanka fyrsta veturinn. Ég held að þau treysti á það áður en þau fara til þess að svona fara ekki í klára niðurskurð alveg í fyrsta starti. Ég held að þau vilji bara fá meiri upplýsingar í fyrstu þingmálaskrá áður en að þau af því að þú veist þau eru með fjárlögu haust og ég held að við fáum að sjá þetta þá frekar en í fyrstu þingmálaskrá.
Já, og þau eru náttúrulega bundin að það eru bara fjáraukalögin ekki satt sem að þau hafa eitthvað kontról á núna, þau eru náttúrulega bundin svo er náttúrulega fjármála áætlun sko, sem á að koma í vor og þá kannski sést betur en það þarf ekki að setja það í fyrstu þingmálaskrá. Nei, ok. Af því að líka sko það er alveg alvanalegt að þingmálaskráin sé uppfærð á miðjum vetri og allt það. Þú veist, ég er ekkert viss að það gerist. Ég meina, hún er þetta er rosalega margt í þessari þingmálaskrá sem er alveg augljóst að mun ekki ná að klárast fyrir vorið. Þannig að hérna... Ég held að þetta séu sko 105 þingmál sem að hafa komið fram sem er meira en nemur sko heilum þingvetri held ég hjá meðal ríkisstjórn. Já, ég meina við höfum alveg séð að þetta gerast náttúrulega margsinnis. Ég man sko vorið 2023 þá auðvitað kláraðist nánast ekki neitt. Það var bara allt í einu bara allir kallar heim og að því að ríkisstjórnarflokkarnir gátu ekki komið sér saman nokkuð skapaðan hlut. Og mér minnir að það hafi verið eitthvað svipað upp á teiminum voru 24. Þú veist, þetta er... En ég myndi segja sko stærsta sparnaðaráðið hvað var þar svona stjórnkerfið þar að segja hérna ráðuneytin og alþingi væri ef að þingmál mættu lifa milli þinga. Þar að segja yfir sumarið. Og það þekkist víða til dæmis í Noregi að þingflokkarnir taka sér saman hvaða þingmál megi lifa af því að það er fáránlegt að ráðuneytin þurfa að fara að prenta upp og vinna aftur upp og að það þurfa að byrja á öllu upp á nýtt og allir að senda inn nýjar umsagnir sem er bara sama umsögn og síðast eða búið að breyta ykkur smá. Þetta er algjör, þú veist, þetta er algjör strugl, þetta er algjör sóun á tíma og vinnu fjölda fólks. En hvað með mannauðin í stjórnarandstöðinni? Er ekki líka ákveðin sóun á því hvernig þetta hefur verið svolítið mikið þannig að annarkot ræður öllu eða engu? Auðvitað veit ég að nefndavinnan er hérna samspil áskorunar hugmynda og allt það en hérna gætu við ekki fengið samt meiri? Jú. Þú veist, það var alveg gott sko. Ég held að þú veist, sérstaklega kannski sjálfinn þurfi svona aðeins að venjast í bara að leggja gott til og ég held að við séu ólík þar auðvitað en þú veist, það er líka alveg gaman að þú veist að vinna þannig og það er auðvitað rosalega oft þannig að það er bara verið að hlusta á það sem er í stjórnarandstöðu. Ég tók eftir því. Það er svona allur gangur á því og það er svona misjöfn stemning inn í nefndunum líka. Stundum er það ekkert mál, en stundum þarf maður alveg að grátbiðja fólk bara, eru til að hlusta á mig bara því að ég veit, ég hef þekkingu á þessu. Akkurat. Ekki bara því að ég er hérna í samfylkingunni. Ég veit að þú varst að vinna í dag og þú hafðir ekki tíma til þess að fylgjast með þessum serimónium í dag eins og ég hafði tíma til að gera eins og hérna athöfnin í kirkjunni og því sem gerist þarna aðeins inn á Alþingi. Ég held að mér tók eftir því að sko forsetinn okkar hún talaði mikilvægi þess að sko kraftar allra yrðu nýttir. Þetta yrði ekki bara að þú ræður öllu eða engu. Og ég tók eftir því að presturinn sér Óskar í Hruna á Suðurlandi sem að flutti ræðu þarna í kirkjunni. Hann talaði mikilvægi þess að við vorum góðar manneskjur og sagði sko að góðir þingmenn væru bara góðar manneskjur. Þetta fannst mér líka svolítið svona umhugsunarvert og þetta er rosa mikilvægt. Svolítið góðu tónn. Og kannski sprettur þetta einhverju leyti sem viðbragð þessi umræða ráðamanna af því einmitt svo komum aftur að upphafi okkar samræðu hvað við vorum orðin óbúðslega þreytt á þessum illindum, þessum leiðindum, þessari polariseringu og þessu vesenni sko. Já, ég held að þetta sé líka bara góð lína fyrir alla. Líka bara hérna þú veist, þetta snýst ekki, þetta er ekki bara stjórnarandstaðan sko. Ég held að þetta sé bara líka stjórnarflokkar. Akkurat. Ég held það. Ég held að þetta sé bara góð áminning fyrir alla. Ég held það líka. Eitthvað fleira í þingmálaskránni eða ég var að skella okkur í nefndir dagsins og hérna... Já, þú veist, það er auðvitað þú veist, já, það er auðvitað fullt. Ég meina, það er verið að breyta alls konar húsaleigulögum sem að og svo auðvitað Íslandsbankasalan. Þú veist, það er verið að breyta húsaleigulögum tilbaka frá því sem að var í gamlu frumvarpi sem var breytt í skjóli nætur. Er ekki aðeins meiri velferðartónn og svona, þú veist, Inga var töluvert mikið að tala við öryrkjana og þá sem voru svona undirsettir. Jú, algjörlega. Ég sé ekkert mikið hjá heilbrigðisráðherra, en það er eitthvað svona borgarstefnu, mér finnst það spennandi að
vinna að borgarstefnu fyrir Reykjavíkurborg, mér finnst það flott. Allt svona skemmtilegt. Já, nefndirnar. Já, sko, áður en fyrir mig nefndirnar, við höfum reyndar ekki mjög mikið tíma eftir, en það er svo gaman að spjalla við því að tími líður hratt. En sko, þú bentir mér á það þegar við vorum fyrir þessu upptöku, þá bentur mér á það á skjánu þegar við vorum að fylgjast með Alþingi saman, þannig að áður við gengum hér inn að þessu rauðaborði, að það er svolítið önnur uppstökling núna þegar maður horfir á þingrásina að þarna er ekki það var leikhúskonan sem að spottaði þetta. Segðu okkur hvað hefur breyst. Já, ég tók eftir því að fjármálaráðherra situr ekki þegar við horfum á þegar við horfum á skjáinn að þá hefur fjármálaráðherra setið hægra megin við hlið forseta og forsætisráðherra hefur setið vinstra megin við hlið forseta. Nú er komin þar utanríkisráðherra. Já. Þannig að ég hlakka til að sjá hvar fjármálaráðherrann situr. Já, það er spurning hvort hann situr við hlið hérna. En þetta, við höfum verið að horfa á þetta svona í svolítinn tíma, sko. En en svo var þetta reynda Bjarni, sko, þannig að þú veist, kannski er þetta bara hinn stóri flokkurinn, forsætisráðherra sé alltaf á sama stað og næst stærsti flokkurinn sé þá með og formaður þess flokk, sko. Það getur verið að sé eitthvað slíkt. En það er alltaf svolítið svona gaman að sjá svona hvernig þetta lítur út á bekkjunum og hverju sitja saman. Og þessi dagur er alltaf svona spennuð þrungin, sko, við hliðin á hverjum fær maður að sitja í þingsalnum á hverjum þingvetri. Það getur haft áhrif á kemíkina líka. Já, það lítur að gera það. En þá nefndirnar, er svona eitthvað sem að þér fannst koma óvart þar eða var þetta allt eftir bókina? Það var nú búið að hinta sumt af þessu? Já, það var nú búið að segja svona eitthvað, sko. Já, eða þú veist, ég átti ekkert endilega vona á því að sjá að Pavel yrði formaður utanríkismálanefndar. Nei, hann var stórt verkefni. Já, það er bara risastórt stórt. Er ekki bara krísutímar framundan? Af því að sko við erum með það er oddviti Viðreisnar til dæmis í norðvesturkjördæmi. Hún er ekki með formennsku. Það er svolítið verið að taka númer 2. Já, einmitt. Þannig að maður svona, ok. Svo sér maður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, þar er sko Vilhjálmur Árnason formaður. Ekki sko oddvitar. Nei, einmitt. Ég meina, Villi er sko 3. Nei, hann er annar í suður. Já, hann er ekki annar. Ég hefði haldið að sko oddvitin til dæmis í suður sem er fyrrverandi dómsmálaráðherra. Já. Eða oddvitir, kannski er þetta út af komandi landsfundi að það hefur ekki verið gert, sko. Það hefur verið með 2 fyrrverandi dómsmálaráðherra í liðinu í Sjálfstæðisflokknum, bæði Guðrún og Áslaugu. Og svona, já, en þannig að þetta er kröftug nefnd, skiptir miklu máli. Ragnar Þór verður formaður fjárlaganefndar, Arna Lára í efnis- og viðskipta. Þannig að, já, og Víðir Reynisson í allsráðamennta. Þannig að þetta er áhugavert. Ég heyrði líka að Davíð B. Eggertsson er í umhverfis- og samgöngunefnd, auðvitað ekki formaður. Það var ekki formennska, það var ekki pláss í formennsku fyrir hann, en sem gamall þingmaður þá spyr ég, skiptir það mjög miklu máli formennskan? Já, hún skiptir töluveru máli. En svo skiptir líka máli það skiptir máli að valda nefndirnar mjög vel. Svo skiptir mjög miklu máli að til dæmis maður eins og Dagur B. Eggertsson sé í umhverfis- og samgöngunefnd út á borgarlínu. Hann þekkir það algjörlega út og inn og skiptir mjög miklu máli. Ég sá hann flytja fyrstu þingræðuna sinna, hann gerði eins og hann hefði aldrei gert annað og það er ansi margir núna, sko, sem finnst að það hafi verið ekki farið nógu vel með þetta. Hver er þín skoðan? Ég hef engar áhyggjur af honum þannig. Ég meina, hann er auðvitað bara mjög reynslu mikill og mun taka sitt pláss í þinginu. Já, hann bara vinna þetta svona hægt og eina frá. Já, þú veist, hann þarf ekkert eins og að vinna hægt og rólega. Þú veist, bara þú sagðir það sem að þú sást, sko. Það þarf ekki að kenna honum að standa í pontu. Nei, það þarf ekki að kenna honum. Nei, og það þarf ekki að kenna honum að koma fólki saman að einhverju niðurstöðu, sko. Þannig að það er bara, það mun sópað honum, sko. Hann er bara, já, óbáslega mikilvægur
þingmaður fyrir alla 3 stjórnarflokkana sko. Af því að, og sérstaklega einmitt eins og sko þingflokkur Samfylkingar sem eru stækkar mikið, en þar eru býsna margir sem ekki hafa reynslu af veru í þinginu. Ef við bara undanskiljum auðvitað ráðherrana, en það eru jafnvel þarna ráðherra sem hefur aldrei verið í þingsal. Þannig að það skiptir máli. En það eru svona, þú veist, að í þingliðinu eru 2 fyrrverandi borgarstjórar, margir fyrrverandi ráðherrar, bæði í miðflokknum og svo og Sjálfstæðisflokki. Jón Gnarr komin yfir einhverja framtíðanefnd þarna? Tveir, já, hann er þar. Og hann er líka sko formaður Vestnorræna ráðsins, þannig að hann er að fara að þvælast þarna Sjö nordiska venner. Já, þannig að það er skemmtilegt. Ég held að hann verði ótrúlega mikilvægur í mennskunni. Í mennskunni, já. Ég held að, en já. Já, það verður þarna fólk innan sem mun kannski hjálpa okkur svolítið að mun eftir út og hvað það gengur, eins og presturinn við þingsetningu sem bara mynd okkur á að vera gott fólk. En má ég spyrja að lokum, Helga Vala, sko, er ekki svona eitthvað fyririldi í maganum hjá þér á degi eins og þessum? Þú naust þess að vera á Alþingi, ekki satt? Er þetta ekki skemmtileg vinna? Jú, þetta er rosa skemmtileg vinna. Nei, það er ekkert svona það sem að kallast FOMO á útlensku. Þú veist, mér langaði ekki að vera þarna. Nei. En þetta er mjög skemmtileg vinna og ég hafði mjög gaman að henni. En sko, ég hef brennandi áhuga á pólitík. Og öllu þessu. Mér finnst þetta góða greiningu þína mér finnst þetta mjög áhugavert og þetta skiptir ofsalega miklu máli. Þannig að ég er ekki í þessu liði þessum hópi fólk sem að tala niður þingið og þingmenn og segja þetta séu nú allt helvítis aumingjar. Við hér á samstöðinni fólk vinnur mjög auðvitað misjaflega og fólk er auðvitað misduglegt eins og bara öllum vinnustöðum. Við hér á samstöðinni höfum líka bara fundið fyrir því að pólitískur áhugi hjá almenningi, hann er að mörguleyti miklu meiri heldur en maður áttaði sig kannski á, mögulega vegna þess að sko þarfir fólksins, almennings, þær hafa bara verið svolítið sveltar. Ég held að sko aðrir fjölmiðlar hafi ekki verið nógu duglegir að kveikja á því í rauninni að Íslendingar eru bara, við höfum áhuga okkur við fylgjumst með pólitík og við viljum vita sem mest. Mjög mikið hort og hlustað á samstöðuna. Ég meina, maður tekur eftir því þegar maður gefur til ykkar að það eru mikil viðbrögð við því að fólk er að vitna í að hafa, eða nefna það við mann að hafa verið að fylgjast með. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt starf. Við erum líka bara við sem erum hér að vinna og spyrja, við erum ekki nefnum stellingum, við erum ekki veltaði fyrir okkur hvað einhverjum finnist það sem við erum að gera núna. Það er kannski svona hluti vandans að sko menn eru svona komnir á öðrum stærri fjölmiðlum svolítið í einhverja hugmyndir eins og með Ríkisútvarpið sko að margt sem bendir til þess að þar sé bara svona einhver ef ég geri þetta sem ég langar til að gera þá kannski gerist þetta. Já, ég veit ekki sko. Ég held að þetta sé líka bara tíminn sem að umræðan fær að vera í að fólk fær svolítið svona umræðan fær svolítið að lifa. Þú færð að klára þína málskurinn? Já, svolítið. Sérstaklega þegar maður er svona það er bara þetta grínast. Klára þína hugsun? Já. Eða þú veist, já. Þetta verður spennandi sko. Þetta verður spennandi. Við gætum verið marga klukkutíma, ég veit það. En kærar þakkir, Helga Vala Helgadóttir, fyrir að koma og svona, já, þetta er merkilegu dagur eins og ég fór yfir og nýr tímar og það verður gaman að sjá hvort svona þessi bjartsýni sem þú nefndir, hvort að hún fylgir okkur sem þjóð áfram inn í appelsínugulu viðvörunina á morgun allavega. Já. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.